Við heyrum næst sögu Bjarneyjar Jóhannesdóttur 8 ára sem fæddist eftir aðeins. Læknar og annað starfsfólk að þeim fannst það mjög gott því að auðvitað náttúrulega þetta gríðarlega átök andleg sem líkamleg sem konan mín gengur í gegnum. Lífslíkur barnsins jukust með hverjum degi en oft miðað við að eftir 28. viku séu líkurnar orðnar talsvert góðar á að barnið lifi. En eftir 24 vikur og 5 daga þá gerist það bara að það verður útvikun og fylgjuloss og það ljóst að barnið að fæðast. Og við erum þá flutt upp á fæðingardeild og þetta litla kríli það gat ekki einu sinni komið sér út í heiminn á venjulegan hátt, það var allt þessum þannig að það þurfti bara hreinlega að ná í hana með handafli og hún sem sagt á skala sem að gefin lífsmarkaskala þegar hún kemur í heiminn frá 0 upp í 10 þá fær hún einhverjuna 1. Já. Og sá sem tekur á móti henni
eftir fæðingu heitir Hróðmar og læknir og í raun og veru lífgjafi stúlkuna má segja því að hann hnoðar í hana lífinu. Kona mín þurfti að fara í aðgerð strax eftir fæðingu, hún var alltaf búin að missa gríðarlegt blóð og þurfti að fara í aðgerð út af fylgjunni fyrir barninu og það, hún var sem sagt úr leik bara í nokkra daga og Hróðmar kemur svo þar sem ég sitt eiginlega bara algjörlega ráðvilltur inn á fæðingardeildi ennþá og labba með mér alla leið yfir á vökkudeild og sýnir mér stúlkuna sem þá var búin að tengja við öll þessi tæki og tól og öndunarvél og sem sagt það leggir með hinum og þessum efnum sem það þarf og ég skal nú alveg viðurkenna það að fyrsta upplifun var sú að það svona helltist yfir mann. Nú verður maður foreldri barns sem verður mikið skert, hreyfihamlað eða greindarskert eða hvernig sem það ef yfir höfuð bara tekst að komin yfir þennan hjalla því að móðurlífið töluvert mun betri staður að vera á heldur en hittakassi. Ég ætlaði ekki að trúa mínu eigin augum hvað hún var lítil. Hún var náttúrulega milli 600 og 700 grömm og útlimir og líkamsholning þannig að hún á því sem sagt skeiði meðgöngu að hún með fæðingarhár sem að náttúrulega yfirleitt eru farin þeirra og auðvitað það mikil upplifun fyrir hvern og einn að sjá svona litla mannveru sem þó á lífi. Hróðmar segir mér strax að það sé von og starfsfólki náttúrulega þarna vökkudeildinni náttúrulega bara líkt og hérna vænglausir englar. Hún fæðist 7. september, hún átti að fæðast á aðfangadag og við erum útskrifuð af vökkudeild á aðfangadag. Og það var mjög skrítinn aðfangadagur, óhætt að segja. Og þá erum við búin að vera inn á sjúkrahúsi frá 16. júlí og auðvitað náttúrulega orðin bara eiginlega bara orðin smituð af þessu öryggi sem að fylgi því að vera þó á sjúkrahúsi með allt þetta fagfólk og allt í einu erum við bara sett, við erum útskrifuð og eins og yfirlæknirinn sagði, erfiðast í hjallinn ofta af hospitálera foreldrana, þetta öryggi sem maður hefur og auðvitað var maður skelfingu lostinn fyrstu dagana bara barnið. Það enginn hérna til að hjálpa okkur ef eitthvað fer úrskeiðis. Ég á eiginlega ekki til orði að lýsa því starfsfólki og þessari hlýju sem og þessari hjálp bæði andlegri og þessari hvatningu og þessari fagmennsku sem að sá í hverju einasta handtaki og vissulega komu tímar sem að voru erfiðir, hún veiktist og þurfti að fá meiri hjálp á öndunarvél og hún komst yfir það, hún fekk sýklalyf strax og það alltaf það alltaf fullkomin fagmennska. Kona mín, henni tókst að framleiða mjólk, hún mjólkaði, við settum hann í frysti, gáfum henni móðurmjólkina í gegnum sondu, gegnum sprautu og það líklega bjargar hennar lífi því að hún fær náttúrulega mótefni og fær í gegnum móðurmjólkina öll þessi efni sem hún þarf. Okkur var gerð grein fyrir því mjög fljótlega í ferlinu fyrir sunnan að svona rússíbani að hann getur haft í raun og veru það með tvíbent, hann getur valdið því að það verður mikið sundurlyndi því að tilfinningaskalinn svo hátt uppi, það svo mikið spenna og hann getur líka styrkt sambandið. Og í okkar tilfelli þá var sem betur fer sú hliðin kom upp að við bara styrktumst og hjálpum hvort öðru ásamt í að fá náttúrulega gríðarlegan stuðning frá
fagaðilum inn á sjúkrahúsinu, sjúkrahúspresturinn, svo ég nefni dæmi Vigfús. Ég var nú steinhissa þegar ég sá hann fyrst. Hann kom í Manchester United treyju og í jakka. Ég hugsaði við þetta prestur. En hann var þvílíkur sálgæslusnillingur að hann í raun og veru tappaði af, leiðum hann að tappa af, fer yfir, hann var mjög vel inn í heilsulegri stöðu barnsins og sá kraftur og ég bara endur hæfing í raun og veru á raunveruleikanum frá honum var gjörsamlega ómetanlegur. Og við höfum síðan haldið mjög góðu sambandi við vökudeildina og komið oft með okkar stúlku sem að breyttist úr 600-700 grömmum yfir í tápmikla og fjöruga stúlku sem í öðrum bekk í Lundarskóla í dag og ég segi bara að það gengur kraftaverki næst hvað hún pluma sig vel því að henni gengur vel í námi og hún í íþróttum. En ef við berum saman þær aðstæður þegar ég sé hana fyrst með Hróðmari, að þá gat ég aldrei ímyndað mér að 7 árum seinna þá sæti ég á foreldrafundi þar sem að umsjónarkennari segði að hún ætti mjög auðvelt með lestur, stærðfræði. Hún væri kannski svona helst til 4 og hefði mikið hugmyndaflug, væri svona oft á tíðum að sjá fyrir sér inn á ýmsu leikmyndir þegar hún ætti að vera að reikna, en það gerir ekki til, hún bara vinnur það upp. En þetta voru, ef einhver hefur sagt mér þarna á þessu tímapunkti þegar ég sé hana fyrst, svona pínu litla, að þetta myndi verða eins og það í dag, þá hefði ég aldrei trúað á hana. Þegar hollvinasamtök sjúkrahússins á Akureyri voru stofnuð var leitað til Jóhannesar að taka að sér formennskuna og hann skoraðist ekki undan því. Að við erum í raun og veru bara að styðja við bakið, bæði varðandi tæki og bakka upp þetta frábæra starfsfólk sem hér starfar. Því að þú heyrir nú alla nokkurn mann sem hér hefur þurft að hafa viðkomu, tala sjúkrahús í öðru sinna með mikilli virðingu og ánægju. En að lokum, Jóhannes, mér langar að spyrja þig, þú sást ekki stelpunum þína fyrir þér svona flotta eins og hún í raun þegar þú sást hana fyrst. En sá Jóhannes sem var þá að horfa á hana, það sá hinn sami og situr á móti mér í dag? Þetta, ég skal alveg viðurkenna það að þetta ferli allt saman breytti manni mikið sem persónuleika. Ég náttúrulega íþróttafræðingur og íþróttakennari og þjálfari og maður hefur svona kannski haft það orðspor á sér að vera svona frekar harður og ekki vilja mikið kannski gefa eftir í samskiptum við. Svolítið töffari, segðu það bara. Já, en við þessa upplifun þá gjörbreytist maður og maður fer að átta sig miklu betur á því að nemendur manns í skóla þeir þurfa að slaka, í raun og veru opnaðist bara þessi veröld, það eru svo margir sem þurfa öðruvísi meðhöndlun heldur en kannski meðalnemandinn eða kúrfan gerir ráð fyrir að sé og maður svona fór að slaka út endum til nemanda sem maður þurfti á því að halda og það sem maður kannski mest breyttist var það að í staðinn fyrir að vera svona stöðluð vinna þessi lífsreynsla breytti þannig að manni fór að þykja miklu meira vænt börnin.